Bókasafnsdagurinn verður haldinn hátíðlegur þann 8. september næstkomandi. Í tilefni dagsins munu bókasöfn af öllum gerðum víðs vegar landi bjóða upp á sérstaka dagskrá. Markmið bókasafnsdagsins tvíþætt. Annars vegar að vekja athygli á mikilvægi bókasafna í samfélaginu og hins vegar að vera hátíðisdagur starfsmanna safnanna. Við litum inn á Héraðsbókasafn Skagfirðinga á Sauðárkróki og fræddumst hlutverk bókasafna. Það á að vera ansi mikið og stórt og allt á jákvæðu nótunum og þannig viljum við auglýsa bókasöfnin. Þetta í raun og þau að verða svona menningarmiðstöðvar. Þú kemur ekki bara til að fá lána bók, þú getur gert svo miklu fleira. Þú getur lesið blöðin, þú getur fengið ýmsgögn, hljóðbækur svo sem og annað og svo getur bara komið til að hitta mann og annan, fengið kaffisúpa. Og það auðvitað okkar hlutverk líka að skerpa á því sem við erum að gera, vekja athygli á öllum þessum góðu bókmenntum sem við eigum og reyna að laða fólk til okkar. Við ætlum til dæmis á bókasafnsdaginn þá ætlum við að hafa kaffi og eitthvað gott með því. Þannig að fólk fái allavega þokkalega kaffisúpa. Já, þetta afskaplega ódýr ánægja. Að vera á bókasafni. Upp í 18 ára eru kortin ókeypis fyrir börn og unglinga og svo aftur ef þú ert öryrki eða orðin ellilífeyrisþegi þá eru líka ókeypis. Og þú getur fengið lánað 10 bækur í einu. Það að segja ef það eru ekki alveg nýjar. Yfirleitt eru nýjustu bækurnar á 10 eða 14 daga láni meðan við erum svona að vinna úr mestu eftirspurninni. Annars getur haft 10 bækur í 30 daga. Þú kemst nú alveg yfir að lesa það, ekki? Mjög margir gera það, sem að hafa tíma og hafa áhuga á að lesa. Þeir eru ótrúlega duglegir. Við eigum hér mjög góða fasta kúnna sem að koma kannski einu sinni til þessari viku jafnvel. En þá endilega er ekki að taka 10 bækur einu, en það eru stór hópur sem kemur mjög reglulega. Hvað eru þeir að taka margar? Það svo misjafnt sko. 4, 6, 8 og upp 10 bækur. Og auðvitað taka foreldrar bækur fyrir yngri börnin og þá náttúrulega kvótinn fljótur að fyllast. Sem betur fyrir eru ungir foreldrar duglegir að koma margir hér með börnin sín og það eru auðvitað það sem við viljum sjá. Það eru viðskiptavinir bókasafnanna í framtíðinni. Ég held að það skiptir svo miklu máli að byrja fljótt að vekja athygli barna á bókum. Og það er dásamlegt þegar þeir koma hérna þessi litlu og þau setjast hérna á mottuna inn í barnadeildinni og svo fletta og það þarf oft sko að beita miklu fortölum til að fá þau út. Mér finnst þetta sko dásamlegt að horfa upp á þetta. Og þú nefndir þetta með hljóðbækur, jafnvel þó að maður missi sjónina og sé orðin að þannig á sig komin að geta ekki lesið, þá getur maður þá allavega að hlusta. Já. Það ekkert mál og þá hérna hljóðbókasafni sínir hlutverki mjög vel og það bara að hafa samband þangað. Hér einu sinni voru bókasafni svona milligöngu aðili við hljóðbókasafni eða blindrabókasafni eins og hérna þá en nú fær fólk þetta bara beint til sín og getur fengið nýjustu bækurnar bara innan 2-3 daga sko. Við nefndum börnin og hvað er mikilvægt að þau læri strax að fletta bókum en verður vör við að unglingar hafa ekki jafn mikinn áhuga? Já, þeir lesa miklu minna. Þá svo sem komið svo margt sem að bækurnar er að keppa við. Áhuginn kannski fer í aðrar áttir og þau eru alltaf komin hérna, flestir unglingar fara í einhvers konar framhaldsnám. Þá það auðvitað ýmislegt annað sem að þú ert að sinna. Og það kannski sá hópur sem að sko við söknum mest að sjá, það eru unglingarnir, nema þessir allra hörðustu lestrarhestar sem að gefa sig aldrei. En svo höfum við ágætis skólabókasafni í Árskóla og það mjög gott bókasafni í Fjölbrautaskólanum líka, þannig að það kannski ekki alveg að marka þó að við sjáum þennan hóp ekki allan hér.
En finnurðu eftir að þið breyttuð og löguðu bókasafnið svona vel og fallega, hefur aðsóknin aukist? Já, það hefur hún tvímælulega gert og ekki kannski síst hjá fólki sem áttu orðið erfitt með að fara upp stigana þegar blessulyftan okkar kom þá breyttist nú ýmislegt og fólk kemur bara brosandi út úr lyftunni þegar þarf ekki að fara stigann. Eða foreldrar með ungbörn koma í ríkari mæli. Þetta svona, barnadeildin er rýmri og ég held á flestan hátt skemmtilegri. Og við reynum að eiga svona, kaupa megni af því nýja. Þannig að Ég get nú ekki sleppt þér öðruvísi en að fá að vita hvaða bók fer oftast í útlán á þessu safni. Sko án þess að það sé nú formleg könnun og því þá þykir mér líklegt að það séu bækurnar Guðrúnar frá Lundi. Hún er alltaf í útláni. Það er alveg, hún gaf 27 bækur á sínum rithöfundaferli og þær eru stöðugt í útláni. Bara í síðustu viku var ég með, þá var þessi alveg full, bara bækur eftir hana, eftir 3 daga. Þetta er merkilegt. Já, hún hefur alltaf verið vinsæl hérna. Þetta þekkt hana margir og muna hana þetta og svo bara líkar fólki við þessar bókmenntir. Það er bara svo einfalt. Ef þú byrjar að lesa hana, þá þarftu helst að lesa alla 27, segja margir. Bókasafnsdagurinn er haldinn á alþjóðlegum degi læsis 8. september en Sameinuðu þjóðirnar gerðu þennan dag að alþjóðadegi læsis árið 1965. Á þessum degi er fólk, hvar sem það er í heiminum, hvatt til þess að lesa upp, segja sögur, fara með ljóð eða á annan hátt nota tungumálið til ánægjulegra samskipta.